Íslenskur æðardúnn náttúruleg gersemi með einstaka eiginleika. Hann eftirsóttur af þeim sem gera ítrustur kröfur til gæða og kjósa aðeins það besta. Það munaður að sofa undir físléttri hágæða æðardúnnsæng. Æðardúnn einstaklega mjúkur og loftmikill. Hann náttúrulegt undraefni sem fellur til í takmörkuðu magni ár hvert. Æðarfuglinn alfriðaður á Íslandi. Friðunin undirstaða æðarræktarinnar sem stunduð á 400 bújörðum á Íslandi, meðal annars hjá forseta Íslands á Bessastöðum. Í harðbýlu landi eins og Íslandi læra menn að nýta þau gæði sem náttúran býður upp á. Þannig hefur dúntekja verið stunduð frá landnámstíð. Æðarfugl hefur verið alfriðaður á Íslandi síðan 1847. Þótt vetur séu harðir hafa ýmis dýr lagað sig að staðháttum og þreyja hér þorrann við skilyrði sem ekki sýnast fýsileg. Æðarflotarnir geta verið ótrúlegir á loðnuslóðum, jafnvel 10.000 fuglar í einum hnapp þar sem loðnuhrygning hvað öðrust. Við köfunina beitir fuglinn ekki bara fótum heldur einnig vængjum líkt og hann fljúgi neðansjávar. Eftir það bil 1 mínútu koma fuglarnir upp aftur eins og korktappar og víkja þá fyrir næsta hópi og svo koll af kolli ein allsherjar hringrás. Pörun hefst á veturna og velja kollurnar sér maka árlega. Bústnar æðarkollurnar einstaklega þokkafullar. Þeir heppnu elta þær hvert fótmál og víkja ekki frá þeim. Þó að æðarkolla sé í fylgd blika þykjast allir biðlarnir með að gera sér dælt við hana. Þeir keppast hilli hennar í vonum að sá útvaldi bregðist. Þetta veldur auðvitað taugatitringi og spennu en hún viss að hún hefur valið þann eina rétta. Yfir varptíman sem stendur alla jafna frá byrjun maí og út júnímánuð vakta margir æðarbændur varplönd sín dag og nótt. Börnin læra snemma að umgangast æðarfuglinn með nærfærni. Það spennandi að komast svona nærri villtum fuglinum að maður tala ekki að fá að snerta hann. Stöku æðarkollur gera sér hreiður í þanghrönnum á fjörukambinum. Hætta á að stórstraumsflóð sópi þeim burt og því reynt að færa þau ofar. Sjaldgæft að kollurnar fylgi með en þessi neitaði að fara af hreiðrinu. Dúnninn losnar af bringum æðarkollana. Þær umlykja eggin með æðardúninum til einangrunar og varnar. Þær verpa 4 til 5 eggjum að meðaltali, 1 eggi á dag. Við tekur 24 daga álega. Æðarbændur treysta girðingar til að refurinn komist ekki í gegn. Bóndinn fer varpið á nærfærni og forðast að valda fuglinum styggð. Æðarfuglar mjög félagslyndir og stærstu vörp á Íslandi telja og yfir 4.000 pör. Tófan getur splundrað varpi á einni nóttu. Hún étur eins mikið af eggjum og hún getur í sig látið. Ef hún fær næði til, safnar hún líka eggjaforða á afvikinn stað. Við slíka heimsókn tvístrast kollurnar og yfirgefa jafnvel varpið.
Minkur er hitt landdýrið sem getur valdið miklum usla og tjóni í æðarvörpum. Hann drepur mun meira en hann getur nokkur tíma torgað. Bóndinn fylgist með óboðnum gestum á varptímanum. Haförninn er stærsti fleygi óvinur fullorðinna æðarfugla. Aðal sumarfæða hans er fuglar og verða æðarfuglar oft fyrir valinu. Mávar eru eggjaræningjar. Einstökum mávar hafa sérhæft sig í ungaráni og éta á tímabili nær ekkert annað en æðarunga. Í maga máva hafa fundist alltaf 5 ungar. Meðan ungarnir fylgja hópnum er þeim síður hætt. Nokkrir bændur hafa gert tilraun til að ala upp æðarunga. Engir hafa þó verið jafn stórtækir og Hrefnukonni og félagar hans, sem keyptu land þar sem ekki var æðarvarp fyrir. Þeir byrjuðu smátt og ólu upp 250 unga. Eldið gekk prýðilega, ungarnir uxu mun hraðar en villtir ungar og lítil sem engin afföll urðu á hópnum. Daglega fékk hjörðin að fara í bað og gera sér veislu á ströndinni. Þetta var fyndin sjón, ungarnir eltu Konna hvert fótmál og treystu forsjá hans fullkomlega. Fjaran er mikilvæg, auðug af marfló sem fuglinn sækist mjög eftir. Ungarnir fara yfir völlinn eins og ryksugur. Heima í gerðinu hvíldist svo liðið eftir spennandi leiðangur. Þá gafst tími til að treysta vináttuböndin. Æðarfuglarnir hafa vanist manninum og líta ekki á nærveru hans sem ógn heldur finna fyrir vernd hans. Þegar komið er að því að hefja dúntekju hjálpast ungir sem gamlir á bænum að við að safna saman æðardúninum úr hreiðrum. Þar sem varp er strjált tekur dúnleitin marga daga en mikið er í húfi að ná æðardúninum í hús meðan þurrkur helst. Algengt er að farið sé í 2 til 3 leitir að æðardúni í varp og landsvæðið fínkemmt. Í byrjun varptíma situr blikinn við hlið æðarkollunar. Fuglarnir virðast engar áhyggjur hafa af fólkinu en kúra eða spígspora við fætur þess. Árlega slæðast frá Grænlandi einstaka æðarkóngar í íslensk æðarvörp. Ungi sem nýskriðin er úr eggi er blautur og kulvís. Hann þarfnast hlýju móðurinnar þar til hann þornar. Þegar ungarnir eru orðnir þurrir, yfirgefur æðarkollan hreiðrið og leiðir ungana á sjó eða vatn. Móðurhvötinni eru engin takmörk sett. Það er útilokað að þessi æðarkolla eigi sjálf 15 unga. Á leiðinni frá hreiðrinu safnar hún að sér ungum frá öðrum kollum. Þeir fylgja henni allir og hún lætur sig jafn and hvern einasta. Æðarkollur með litla unga á sjó leita upp á ströndina þegar kular, því fyrstu vikuna þarf að þurrka þá annað veifið svo ungarnir blotni ekki inn að skinni og ofkælist. Slagurinn stendur matinn og ungarnir læra ótrúlega fljótt að bjarga sér. Við stór vörp getur ungafjöldin orðið mjög mikill.
Leið og komið á vatn drífur að fóstrur sem talið að séu ókynþroska kvenfuglar sem gjarnan vilja eiga hlut í uppeldinu. Ef fylgst með æðarfuglum við ströndina verður maður stundum vitni að sérkennilegu háttalagi hjá þeim, líkt og þeir dansi. Þeir lyfta sér upp á tærnar og steppa. Í raun eru þeir að þyrla upp smádýrum úr botninum. Þegar sjór fellur út má sjá ummerki eftir dansinn, djúpar lautir í fjörusandinum. Norrænir vaðfuglar nýta sömu fjöru. Heima við bæ dúninn breiddur til þerris. Framundan mikil vinna við hreinsunina. Í gamla daga var dúninn þurrkaður í pottum yfir opnum eldi. Sumar konur gerðu það, ég nefni konur, ég voru ákveðin loft sem voru konur í þessum verkum. Það tóku fjöður úr dúrnum, biti í fjöðurstafinn. Ef hann brotnaði undan bitinu, brakaði í honum, þá var það nú komið áleiðis. Þá voru notaðar dúngrindur við hreinsunina. Íslendingar hafa þróað aðferðir við hreinsun æðardúns sem eiga sér ekki hliðstæðu á heimsvísu. Æðardúnn þurrkaður og dauðhreinsaður með því að hita hann í 120 gráður á Celsius. Við það ferli hrynja úr honum hlutir sem hafa fest sig við dúninn í hreiðrunum, svo sem jarðvegur og skeljar. Að því loknu hann settur í vél sem hreinsar gras og aðskota hluti úr honum og þá talað að krafsa dúninn. Því næst dúninn settur í aðra vél sem fjaðratínir hann. Vélhreinsun æðardúns byggir á hugmynda og aðferðafræði forfeðra okkar. Listin að hreinsa dúninn krefst mikillar nákvæmni og þekkingar. Með vélvæðingunni hefur tekist að auka gæði dúnsins og bæta nýtingu hans. Að lokum æðardúnninn alltaf yfirfarinn og hand tíndar úr honum síðustu fjaðrirnar og kuskið. Þetta útheimtir natni og þolinmæði. Það þarf að meðaltali 60 hreiður til að fá út 1 kíló af hreinsuðum æðardúni. Það fást 16 grömm úr hverju hreiðri. Merkilegur eiginleiki sem æðardúninn hefur ótrúlegt þan. Smá hnoðri sem settur í filmuhulstur bólgnar út þegar aðhaldinu sleppir. Dúninn geymir í sér mikið magn af lofti sem veldur einstökum léttleika. Æðardúnn eitt besta náttúrulega einangrunarefni í heimi. Æðardúnviskarnir loðast saman þó að þeim sé lyft. Því ráða örsmáir krókar á dúnþráðunum. Engin annar dúnn hefur þennan eiginleika. Það eingöngu leyfilegt að selja íslenskan æðardún sem staðist hefur gæðamat. Æðardúnssængur saumaðar af öllum stærðum og gerðum með mismikilli fyllingu eftir óskum kaupenda. Löggiltir dúnmatsmenn yfirfara og meta allan æðardún, skrifa vottorð gæðamatið og innsigla það við vöruna því til staðfestingar. Æðardúnssængur hafa alltaf þótt gersemar og eftirsótt vara af kaupendum sem vilja hágæðavöru. Ef vel til vandað og við rétta meðhöndlun getur æðardúnssæng enst í mannsaldur og erfst manna á milli. Æðarfuglinn fallegur fugl og hægt að fá ýmsa minjagripi tengda honum. Fólk stolt af æðardúnssænginni sinni þegar það eignast eina slíka.
Það er munaður að sofa undir æðardúnssæng. Hún er fislétt og hlý. Allan veturinn halda þessir föngulegu fuglar sig á hafinu úti fyrir ströndum landsins en vitja varpstöðvanna aftur þegar vorar.